Góðan daginn frá Spanien. Það föstudagurinn langi í dag. Ég er mjög rugluð í dögunum af því að Stulli í fríi núna 50 til mánudags og mér leiði svo verið sunnudagur í gær af því við gerðum ekki neitt. Við bókstaflega lágum upp í sófa, fórum reyndar á markaðinn, keyptum grænmeti og eitthvað, fórum út í bjór. Það var mjög mikill frídagur í gær. Við hreyfðum okkur ekkert, líkaminn okkar var bara begging for vacay, en við erum að fara út að hlaupa núna. Ekki búin að hlaupa síðan á mánudaginn held ég. Við erum búin að vera ógeðslega þreytt í líkamanum. Kannski að keyra okkur aðeins út, veit það ekki. En já, við ætlum að fara í smá hlaup núna og svo í tennis vonandi á eftir. Það tennisvöllur hérna og við erum nýbyrjuð að horfa á Breakpoint og erum mjög obsessed with tennis. Og erum búin að kaupa spaða og erum bara ótrúlega determined að læra tennis. Við fórum tilbúin bara í öllum græjunum í tennis núna á dögunum en það var lokað. Vissum það ekki fyrir nú erum komin að það bara var allt læst en það á að vera opið í dag. Við veitum ekkert hvernig það virkar, hvort það þarf að bóka fyrirfram eða hvort þetta sé bara open to all. Þannig við ætlum að komast að því núna. Opnar aftur klukkan 3, þannig að við ætlum að fara fyrst út að hlaupa og svo athuga með tennis. Þannig já, þetta verður bara eitthvað svona útiveru dagur. Það er líka ógeðslega gott veður. Ready for a run. Hlaupastippbuxur, Nike, bólur, Lulu, toppur, Lulu í stíl við stippbuxurnar sko, þetta alveg. Segðu mér aftur hvað þú varst að segja. Ég, Sturla Sær Erlendsson Fjallsteð, hef hér með ákveðið að fara aftur í maraþonið núna í sumar. Hvað er þetta klukkutíma æfingar? Við erum að klára frekar ógeðslega yfirmannaæfingu í allt og heitu veðri. Blússandi sól. Við fórum í Æsland áðan, komum okkur Powerade í miðju intervalli og konan bara "It's way too hot for this." Yeah, Agreed. it kind of is. En já, við erum að klára núna síðasta niðurskokki. Beint heim í geggjaðan lunch. Við erum búin að taka núna alveg góðar 40 mínútur í tennis og erum orðin drulluþreytt. Þetta tekur miklu meira á en ég hélt. Maður hleypur miklu meira en maður gerir ráð fyrir einhvern veginn. Mjög skemmtilegt, við vorum með intervallæfingu í morgun og svo fyrir bara eitthvað sprettið á tennisvellinum sko. En fínasti völlur. Já, hann er solid. Með að við lítið svæði þá er þetta mjög flott svona íþróttasvæði, padelvöllur og eitthvað líka. En já, stórfótboltavöllur líka. Nú ætlum við að fara heim og Chilla held ég. horfa á tennis. Já. Nei, bara chilla eitthvað í sófanum og já, hafa mjög kósí. Við erum búin að hreyfa okkur ógeðslega mikið í dag. I look rough. Sko það eina sem við þurfum að gera er að standa upp og hita upp afgang en við erum búin að sitja hérna bara. Þetta er actually mjög girnilegt. Þetta er meira salt. Úff! Það er sem sagt lördag og Tengdó er að koma í dag, í kvöld. Þannig að við erum að fara í búðina að kaupa svona ýmislega. Úff. Nice!
Það er sól. Við höfum aldrei sýnt hvað við setjum í engiferskottur. En já, við setjum svo að eina sítrónu, eitt epli og dassa af engifer. Fatt af engifer. Með vatni og svo sýktum við það bara af því við hefum ekki juicer. Þannig að þetta er alveg hægt ef maður á ekki sável. Já. Bara smá brass stundum. Það er bara brass. Keyptum þessa voða fínu flösku. Svona mini-flaska en það var bara til með svona unicorn. Unicorn, geðveikt. Geggjaflott. Hún er ekki nóg stór. Ekki? Nei. Já. Við fáum okkur skot líka núna. Jú, pröfaði bara. Ég segi stopp. Stopp! Ó! Þetta höft. Gerir ekki aðeins minna næst. Það samt syllaðist ekki. Býta aðeins. Ok. Sullaðist ekki, segir þið? Wow. Þetta er sterkara en hitt. Þetta er sterkara en síðast. Gleðilega páska. Þú fórst bara beint fyrir náttúrulega það. Aha. Fyrir ekki. Allt í góðu. Ætlum að drekka páskabollan, þetta er ekki enn. Og horfa á The Block. Við höfum aldrei dottið jafn mikið inn í The Block og núna. Nei. Það er allt í enn bara ógeðslega skemmtilegt. Þessi séri er örugglega búin, sko. Já, 100%. Og við erum bara, já, let's go. Það er spennandi. Á. Ég fann páskaegg. Fannstu? Nú þarf allir að leita páskaeggjum. Okay, we made it back í málið. One more time. Að skoða íþróttaföt. Þetta er rosa næs búð af því að þetta er bara no-name brands en það er miklu ódýrara en alveg næs stöf sko. Þetta er svona, getur notað þetta sem hlaupa eitthvað. Það mátan. Svo er ég með svona bláan longsleeve og einn bleikan. Svo fann ég þessa New Balance húfu sem ég geti mögulega notað sem hlaupahúfu. Þannig að ég ætla að máta þetta og sjá. Hér höfum við bláa longsleeve sem ég er mjög hrifin af. Ég myndi verið í honum bara í dag. Já, I really like. Hann er ekki of þykkur. En hann er samt úr eitthvað svona efni sem að ég hugsa getur verið hlýtt líka vituna. Ég laði reyndar á mér hárið en það er hann mál. Ég er ekki fan af bleika, hann er eitthvað of loose og awkward. Hann er líka með svona. Þessi er 100 sinnum flottari en svo sem ég mátaði síðast en derið er bara svo stórt. Sjáðu, það er alveg huge. Mér finnst það bara frekar cool. Ég fíla neon detailið hérna. Ég er búin að leita að gallastekkbuxum sem eru svona síðar. Og ég var að finna núna ógeðslega cool í H&M og taka þér, mér finnst það mega cute. Gott að vera svona í útimáli þegar það er rigning. Já, það gerist ekki betra. Of the day. I am super excited to jump in. Go ahead and grab what you have. Just like that, in 5, 12. Let's go. All you are charging
síðast. Ég talaði það síðast að ég ætla að gera smá svona haul af því sem að ég bæði er búin að kaupa núna af íþróttafötum og svo bara líka svona uppáhalds íþróttamerki mín. Af því að ef ég er alveg hreinskilin þá er ég í íþróttafötum svona 60% af tímanum og þau skipta mig mjög miklu máli að þau séu nice. Ok, ég ætla að byrja á því sem ég er nýbúin að kaupa, sem er meðal annars bólurinn sem ég er í á. Ég sýndi ykkur þegar ég var að máta þennan í búðinni. Hann er ógeðslega nice og þú veist, eins og í dag er ég bara í honum með sweatpants. Þetta er frá einhverju, mig langar að segja spænsku merki af því ég keypti þetta hér, sem heitir Kiprun. Og ég er búin að finna alveg nokkra hluti frá þeim. Meðal annars... Er þetta ekki það annars? Jú, þetta er sama merki og peysan og þetta eru bara svona fjólubláar hlaupastuttbuxur, ógeðslega cute. Ég keypti þetta tvennt frá þessu merki á svona hlaupabelti sem er ótrúlega nice. Þannig að já, þetta fæst í búð hérna á Spáni sem heitir Decathlon og er rosa fín, finnst okkur. Ég er búin að tala ég held ég hef gert það í síðasta vlogi, merki sem heitir SOC eða SOC, ég kann ekki að segja, sem að fæst í Svíþjóð í Stadium. Þetta merki er svona, ég veit ekki, það tók mér smá tíma að gefa því séns, en Stulli var alltaf að kaupa sér bara svona stuttermabóli frá þeim og ég bara svona, af hverju ekki prófa? Þannig að ég keypti mér þennan hérna stuttermaból sem passar við öll önnur föt. Þannig að þú veist, ef mér langar að vera í colorful stuttbuxum og eitthvað, en vil ekki vera alveg að missa mig lit, þá get ég farið bara í þennan. Svo á ég frá þeim þessar shorts. Ég held ég mynda með þeim. Og svo einmitt á ég langarma útgáfuna af bollunum sem ég var í hérna í síðasta vlogi. Ótrúlega næs vörur og þær kosta miklu minna heldur en þú veist Nike og allt þetta. Þannig að mæli með ef þú býrð í Sverige og vantar bara basic, functional merki. Og næst er það bara mest basic líklega. Og það er bara gamla góða Nike. Ég var að fatta að þetta handklæði á hurðinni er ekki að gera mér en að greiða. Fjarlægjum það. En já, gamla góða Nike er líka alltaf bara í mjög miklu uppáhaldi á mér. Sérstaklega topparnir. Þessi toppar, þeir verða forever my favorite og ég veit ekki af hverju. Þú veist, þeir eru til í öllum litum. Keypti þennan hérna á Spáni eftir að hafa búin að sjá hann í nokkra mánuði á langi hann. Svo keypti ég Svo keypti ég þennan líka á Spáni í outlet-málinu. Algjör snilld, þetta kostaði svo miklu minna en á netinu. En já, þessi er bara svona stormy blár. Ég sýndi ykkur hann síðast þegar ég var að máta hann í speglinum. Og keypti líka þessar hlaupastuttbuxur sem að ég er búin að taka mynd af mér í og skal setja hérna. Þær eru geggjaðar. Þær eru svona mid-rise. Ég veit ekki hvað þær heita. Þetta er bara eitthvað dry fit running. Og já, alveg eins í svörtu. Eins og ég segi, ótrúlega léttar og þægilegar, sérstaklega fyrir hlaupin. Þú veist, það er svona drawstring hérna. Gæti ekki mælt mikið meira með þessu, sko. Sérstaklega þessu. Það er svo gaman að vera í lit. I love it. Ok, næsta merki er reyndar örugglega eitthvað sem að þið viljið ekki heyra, en þetta er held ég eitt af bestu merkjum sem ég hef prófað. Þetta er bara fáránlega góð gæði og þetta er eina merkið sem ég hef átt sem ég bara svona tek alls ekki eftir að svona wear and tear. Þú veist, ég er búin að þvo buxurnar alveg mjög oft og þær eru alveg eins og þegar ég keypti þær. Og þetta er, hold it, Lululemon. Elska þetta merki og það er svo dýrt, það er óþolandi dýrt. En þá getur maður bara safnað að sér hægt og rólega. Ég á þennan hérna sem ég er mjög hrifin af, mjög. Hann er ótrúlega svona supportive án þess að vera, þú veist, eins og maður sé að kafna. Flottur í bakið, geggjaður á litinn og sko match made in heaven.
hvað er að segja? Já, ég á þennan topp og svo á ég eitt svona svartan líka sem er bara frekar basic. Hann er reyndar svona hvernig er þetta eiginlega? Já, hann er svona crisscross líka í bakið. Fáránlega flottur. Svo, sko, ég held að Lululemon Align buxurnar séu vinsalastar en ég keypti Wonder Train sem, þú veist, þetta eru bara basic svarta leggings og svo hérna aftan á kálfanum er Lulu-merkið, en þú veist, það skiptir engu máli. Þannig já, hate to say it, en Lululemon er einhver besti gæði ever. And that's it. Bákomi fannst þetta mikið. En já, eins og ég segi, ég nota íþróttaföt svo sjúklega mikið og mér finnst gæði skipta máli í íþróttafötum. Ég nenni ekki verið í einhverju svona óþægilegu eða þú veist, ég vil að tights buxurnar mínar passi fullkomlega og topparnir séu ekki að þú veist drepa mig. Þannig að já, mér datt í hug að ég geti gefið smá insights af því að nota þetta svo ógeðslega mikið. Eins og ég segi, ég seti myndir af því sem ég á. Ég nennti ekki hérna í 24 gráðum að vera að hlaupa og skipta endalaust um föt. En nú ætlum ég að klára my pre-workout snack. Ég drekkti reyndar disknum í nettsmjöri. Og svo er það intervallæfing. Oh god. Við förum alltaf út í intervals þegar það er sturlað veður. Klukkan er 5:30 og það er ógeðslega heitt, sko. Álið það? Já, eiginlega. Þetta er svo miklu erfiðara en síðast. Já, það er minni vindur. Það er engin vindur. Það er 100% sól. Þá er það mikið sól. Og klukkan. Og það er svona 24 gráður, sko. Klukkan 6. Þetta sést að ég er öll bara dripping down hérna. Eitt sprettur eftir. Einn eftir. I can't breathe. Ég voru alltaf rætt. Fan. Ég þurfti að grafa djúpt eftir þessum síðasta. Fy fan. Helt slitt. Hvað sagði klukkan væri? 20:06. Hvað segir ég? 20:06. Já, og við erum að drepast að hita bara. Það er bara glampandi. Yes.